Já, komið sæl. Það hefur svona dregið aðeins fyrir hjá okkur þegar liðið hefur á þennan dag og rigning nokkuð víða seinni part dags. Við sjáum hér að það eru nú fjölmargar lægðir hér bæði suður og suðvestur af landinu og svona þungamiðjan í þessu lægðakerfi. Hún er svona að hringsóla hér suðvestur af landi. Og reynda verið milt hjá okkur í dag á Hámasíti, hann var svona víða að mælast þetta 12-13 stig á suðaustur og austurlandi, en síðastliðin nótt var vissulega nokkuð köld í innsveitum norðanlands, þar sem að frosti mældist mest 9 stig á Mývatnsöræfum. En við skulum sjá svona hvernig hreyfingarnar eru nú á þessum lægðakerfum. Við sjáum að það var lægðir skammt suður af landi á hádegi í dag. Og hún er að leita hér til norðvesturs og Ella veitir úrkomu nokkuð víða þá í kvöld og í nótt. Kemur síðan inn önnur bylgja þá inn á suðaustanvert landið seinni partinn á morgun. Og eins og áður sagði, svona þungamiðja á þessu stóra lægðakerfi verður hér svona suður eða suðvestur af landi, en seinna meir í vikunni þegar við erum komið svona fram í miðja viku, þá ætlar þungamiðjan að færast aðeins lengra til austurs og það opnar á norðaustlæga átt hjá okkur. Sjáum það frekar meir það á eftir. En milt í þessu, við sjáum það hér, tiltölulega hlýr loftmassi yfir landinu, en svona fer nú eitthvað að halla undan fæti hvað var að hitafæri þegar líður á morgundaginn, en næsta bylgja sem að kemur þó inn fljótlega, hún kemur aftur inn með tiltölulega hlýtt loft. En ef við skoðum þá þessa megin þætti, þá sjáum við að seinnipartinn í dag var nú skýjað að mestu á landinu og rigning víða sunnanvert landið. Gátu verið svona glennur í þessu á norðvesturhorninu, en ef við keyrum hreyfimyndina síðan þá sjáum við að það verður þannig í kvöld og í nótt skýjað að mestu leyti, léttir síðan til á Norðurlandi í fyrramálið. En það verður þetta skammgóði vermir því að næsta bylgja kemur síðan hér upp að austanverðu landinu síðdegis og morgun og mun væntanlega hafa áhrif á norðausturhorninu sérstaklega þá þar mun rigna seinnipart dags á morgun. Þannig að klukkan 15 þá verður þetta á þessa leið, þá þessi næsti bakkinn komið hér upp að suðausturströndinni og rignir væntanlega líka á Austfjörðum, verður á þessari stundu nokkuð bjart á Norðurlandi, svona að mestu leyti skýjað annars staðar en úrkomu lítið og svo mun þessi bakki leita eins og áður sagði þá til norðvesturs og væntanlega rigna víða á norðausturhorninu þá þegar svona halla undir kvöldverð á morgun. Í framhaldinu síðan á þriðjudaginn þá ætlar nú að verða svona tiltölulega látlaust veður hjá okkur, er svona að megnunni til austlæga átt í þessu hjá okkur og gjóla með suðurströndinni sem úti fyrir Vestfjörðum, annars hægur vindur og gæti verið bjart veður á nokkuð löngum köflum á suðvestur og vesturlandi, annars staðar verður væntanlega skýjað að mestu leyti þó að muni nú verða nánast þurrt. En við fáum síðan inn á miðvikudaginn næstu lægð upp að landi og þá áttin farin að verða meira svona afgerandi norðaustlæga hjá okkur og það má reikna með að rigni víða landið norðanvert á miðvikudaginn og jafnvel suðaustanlands svona bæði fyrripart dags og síðar á miðvikudagskvöld. Og við sjáum í hitatölum að það 3-4 stiga hiti samkvæmt spám þar og það er ágætis með þetta regla að reikna með að hiti falli síðan 1 gráðu á 100 metra, þannig að það verður væntanlega snjókoma þá yfir 300-400 metrar hæð en besta veðri klárlega á miðvikudaginn þó hér á suðvesturhorninu, þar verður allan að þurrta mestu og gæti jafnvel sést eitthvað til sólar. Og svo á 50 dagana þá ætlar nú að verða áframhald á þessari norðlæga átt og nú úrkoma þó helst bundi við Austurlandi, en við skulum svona sjá betur hverju framvindu með spár fyrir þessa daga á morgun og sem á næstu daga. Förum síðan örsnögt yfir til Evrópu og það nú svona nokkuð rysjóttíðin í vesturhlutanum til að mynda á Bretlandseyjum, hæðasvæði í austri, bjart veður þar og áfram vel hlýtt, hiti og yfir 20 stig nokkuð víða. En á Íberíuskaganum þá búist við rigningu bæði í norðurhluta Spánar sem og víða í Portúgal, en litlar sem enga breytingar á veðri á Kanaríum og þar verður áfram sólríkt og vel hlýtt. En segjum þetta gott að vera í dag. Verið sæl.